Kæru gestir, ég býð ykkur hjartanlega velkomin á aðalfund Landssambands Íslenskra lífeyrissjóða árið 2024. Langar að segja það strax hér í upphafi, það er mjög gaman að sjá hvað margir eru mættir. En ég vil gera það tillögu minni að Árni Guðmundsson verði kjörinn fundarstjóri. Ef engar athugasemdir eru við það, þá býð ég Árna að taka við stjórn fundarins. Gjörðu svo vel, Árni. Góðan daginn, ég þakka traustið. Það er heiður að fá að stjórna þessu fundi hér. Fyrsta verkið er að skipa fundarritara og ég gerir tillögu að Ásta Ásgeirsdóttir, hagfræðingur hjá Landssamtökunum, taki það að sér. Og ég ger ekki ráð fyrir athugasemdum, þannig ég bið hana að taka til starfa. Fyrsta málið er að fara yfir og athuga lögmæti fundarins. Samkvæmt samþykktum Landssamtaka lífeyrissjóða þá skal boða aðalfund bréflega til aðalsjóðanna með öðrum sannanlegum hætti með að minnsta kosti mánaðar fyrirvara og það skal jafnframt birta það á heimasíðu samtakanna. Ég hef kannað það að fundurum var boðaður með tölvupósti til framkvæmdastjóra 23. apríl og á sama tíma auglýstur á heimasíðunni og ég sé því ekki betur en að fundurinn sé löglega boðaður og ef ég heyri ekki neinar athugasemdir í salnum þá lýsi ég fundinn lögmætan. Ég taka það fram að fundinum er jafnframt streymt á netinu en atkvæðagreiðslur geta eingöngu farið fram hér í salnum. Þið sjáu dagskrána hér á skjánum fyrir framan ykkur í 9 liðum og ég geri það tillögu minni að við tökum saman liði númer 1 og 2 og opnum síðan fyrir umræður og fyrirspurnir að dagskráliðnum loknum. En fyrst á dagskrá er þá skýrsla stjórnar starfsemina á liðnu starfsári og það er Jón Ólafur Halldórsson formaður stjórnar sem flytur skýrsluna. Gjörðu svo vel, Jón. Fundarstjóri, stjórnarmenn og aðrir fundagestir. Rekstrarumhverfi lífeyrissjóða var erfitt á árinu 2023, hvort sem litið er til innlendra eða erlendra fjármálamarkaða. Sveiflukennt ástand einkenndist af mikilli verðbólgu með tilheyrandi áhrifum á skuldbindingar sjóðanna. Útlitið var sérlega slæmt á fyrrihluta ársins og má ígjulaust tala martraðar ástand í því sambandi. Þegar á heildina er litið, skiluðu hlutabréf lakari ávöxtun og kom til tals hjá einhverjum sjóðum að breyta fjárfestingarstefnu sinni og auka við hlut skuldabréfa og minnka vægi hlutabréfa. Þess ást merki að þeirri stefnubreytingu yrði hrint í framkvæmd en ástandið lagaðist blessunarlega á lokafjórðungi ársins og ávöxtunartölu þar með. Þar ber að nefna sérstaklega jákvæða þróun á innlendum og erlendum hlutabréfamörkuðum. Þegar árið allt var gert upp var niðurstaðan sú að raunávöxtun eigna íslenskra lífeyrissjóða var jákvæð 0,5% sem jafngildir 8,5% nafnávöxtun í 8% verðbólgu. Langtímaávöxtun er sem fyrr
mikilvægri varða á leiðinni en eitt tiltekið ár. Þegar horft til undanfarinna 5 ára var meðal raunávöxtun sjóðanna 3,8% og til 10 ára 4,1%. Í báðum tilvikum umfram margumtalað ávöxtunarmarkmið upp á 3,5%. Og eignir lífeyrissjóðakerfisins námu 7.287 milljörðum króna í lok árs 2023. En árið 2024 fer mun betur á stað en starfsárið sem við gerum upp nú og ávöxtun eigna á fyrstu mánuðum á yfirstandandi árs heilt yfir betri en við þorðum að vona. Í því sambandi skal haft í huga að hátt í 40% eigna lífeyrissjóðanna eru ávöxtuð utan landsteina og hafa að undanförnu skilað að jafnaði meiru en innlendar eignir. Breyting til batnaðar frá fyrra ári birtist meðal annars í því að stjórnir lífeyrissjóða hafa hægt á sér við að auka hlut skuldabréfa á kostnað hlutdeildar hlutabréfa í eignasöfnum sínum. Íslenska lífeyrissjóðakerfið áfram á toppnum í úrvalsdeild lífeyriskerfa veraldar í samanburði ráðgjafi fyrirtækisins Mercer og samtakanna CFA Institute. Ísland var í fyrra í 3. sinn með í samanburði lífeyriskerfa í 47 ríkjum og hlaut þá A í einkunn ásamt Hollandi, Danmörku og Ísrael. Einkunnarorð Mercer eru að lífeyriskerfi í A-flokki séu fyrsta flokks, öflug, tryggi góð réttindi, séu sjálfbær og þau ríki traust. Íslenska lífeyriskerfið var í fyrsta sæti á lista Mercer 21 og 2 en í öðru sæti 23 sjónamun á eftir því hollenska. Þessi niðurstaða á samanburð á heimsvísu kom okkur ekki á óvart sem störfum í íslensku lífeyrissjóðakerfi. Þekkjum það og höfum kynnt og varið kosti þess í opinberum umræðum sem eru á stundum óvægnar og byggjast á ósanngjörnum og beinlínis rakalausum fullyrðingum. Það skal samt sagt að umræðum lífeyrissjóðanna hefur mildast í seinni tíð og hugsanlega hafa tíðindi af frammistöðu íslenska kerfisins í Mercer samanburðinum haft þar sín áhrif. Gömul saga og ný að upphefð kemur að utan. Áhugavert í þessu samhengi að mælanlegt traust landsmanna hefur aukist verulega samkvæmt niðurstöðum í samanburðarhæfra viðhorfskannana frá árinu 2016. Þegar spurt var hversu mikið eða lítið traust berði til íslensku lífeyrissjóðanna reyndust 10% svarenda bera mikið traust til sjóðanna árið 2016. Hlutfallið var komið upp í 22% árið 2023 og það má nefna það í framhjólaupi að sambærileg tala mikið traust gagnvart bankakerfinu var 18%. Af þessu má sjá að það eru mikil tækifæri fyrir lífeyrissjóðina að kynna enn betur fyrir sjóðfélögum sínum, þjónustu sjóðanna og styrkja sambandið og þar með traustið. Nú einnig áhugavert að yfir helmingu svarenda taldi mjög mikilvægt að leggja fyrir viðbóta lífeyrissparnað. Gott eftirlaunakerfi getur alltaf batnað og það hefur einmitt verið leiðarljós stjórnenda og baklands lífeyrissjóðanna á Íslandi frá upphafi. Það að segja að rýna stöðugt kosti kerfisins og agnúa, breyta og bæta með hagsmuni sjóðfélaga og samfélagsins að leiðarljósi. Ríkisstjórnin sem myndu var í kjölfar alþingiskosninga 21 lýsti því yfir að endurskoða og rýna bæri lífeyriskerfi landsmanna í heild sinni og það var í samræmi við ítrekaðar óskir og röðum forystusveita lífeyrissjóðakerfisins. Við lögðum þá jafnframt ríka áherslu á slíka endurskoðun, vinna við grænbók lífeyriskerfið yrði að vera í samstarfi og samvinnu við aðila vinnumarkaðarins og leita yrði til starfandi sérfræðinga innan lífeyrissjóðakerfisins. Starfshópur grænbók var skipaður og í honum eru 2 fulltrúar Landssamtaka lífeyrissjóða. Verkefnið umfangsmikið og áskorun mikil, enda margt undir þegar fjallað stöðu lífeyriskerfisins, framtíðarstefnu, mögulega breytingar á lögum lífeyrismál og skyldutryggingu lífeyrisréttinda. Á þessu vettvangi okkar fyrir 1 ári síðan var gert ráð fyrir að drög að grænbók yrðu til eigi síðar en 1. desember 2023. Það gekk ekki eftir en vinnan í fullum gangi og vonur standa til að grænbók birtist með haustinu og vonandi sem góðu grunnur að sterk mótaðri framtíðarsýn fyrir kerfið okkar. Ágætu fundamenn. Nýja töflur lífslíku þjóðarinnar hafa verið innleiddar hjá lífeyrissjóðum og samþykktum þeirra breytt í samræmi við þær. Markmiðið var að stuðla að því að eignir sjóðanna stæðu undir eftirlaunagreiðslum til framtíðar, enda sjálfbærni kerfisins ekkert minna en undirstaða, forsenda og kjarninn í starfsemi sjóðanna. Eðli samkvæmt þarf svona málefni þarf að ríkja sameiginlegur skilningur, traust og friður. Svo hins vegar ekki og það skapar óþægilega óvissu svo ekki sé fastar að orði kveðið. Hæstiréttur Íslands með til meðferðar áfrýjunarn héraðsdóm sem varðar töflur lífeyrissjóðs verslunarmanna lífslíkur og tilheyrandi samþykktar breytingar.
Lífeyrissjóðirnir skiptust í 2 hópa og valdi hvor sína útfærslu breytinga og samþykktum sínum í samræmi við álit tryggingastarfræðinga sinna, álit sem voru á 2 vegu og gefin ráð þeirra í samræmi við það. Fjármála- og efnahagsráðuneyti staðfesti samþykkta breytingar sjóðanna, svo því sé haldið til haga. Lífeyrissjóður Verslunarmanna undirbjó sína samþykkta breytingu vel og rækilega og fékk lögfræðilega álit sér til stuðnings. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi niðurstöðuna ólöglega. Sjóðurinn áfrýjaði héraðsdómnum og fékk málið flýtimeðferð og fór beint í Hæstarétt og bíður þar nú meðferðar. Slíkt óvistu ástand afar óheppilegt og raunar óþolandi, hvað svo sem líður efnislegri dómsniðurstöðu. Tryggingastarfræðingar eru fámennur hópur en með mikið áhrifavald. Þeir komu sér ekki saman útfærslubbreytinga í samræmi við nýtt mat á lífslíkum sjóðfélaga. Afleiðingin sú staða sem lífeyriskerfið lent í og ekki verður dregin önnur ályktun en að hér skorti skýrar leikreglur. Fyrir lífeyriskerfið og fyrir landsmenn alla mikilvægt að ekki sé deilt grundvallaratriði á borð við það sem hér ræðir. Í ávarpi stjórnarformanns á aðalfundi okkar í fyrra kom fram að örlög ÍL-sjóðs var eitt stærsta verkefni sem lífeyrissjóðirnir fengjust við og að áform stjórnvalda slits sjóðsins væri hvorki siðleg né lögleg og jafngiltu eignaupptöku. Þessi ummæli eru enn í fullu gildi og ég verð því með endurtaka þau nú hér því lítið hefur gerst en orðrétt var sagt fyrir ári. Forystusveitir lífeyrissjóða standa þétt saman og mun ekki fallast á ríkið bjargi sér og eigin vandræðum á kostnað sjóðfélaga sinna. Þáverandi fjármálaráðherra, núverandi utanríkisráðherra, lagði fram á Alþingi núna í febrúar 24 frumvarp slit ógjaldfæra opinberra aðila sem ætlað var að heimila ríkinu að slíta ÍL-sjóði. Lífeyrissjóðirnir hefðu áður skilað tæpitungulausri umsögn málið enda stóði efni til að kveða fast að orði. Þar talað fyrirhugaða löggjöf sem standist ekki ákvæði stjórnarskrár og sé til þess fallin að skaða orðspor íslenska ríkisins og trúverðugleika á fjármálamarkaði með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Ráðherra mælti fyrir málinu 7. mars og síðan var því vísað til efnahags- og viðskiptanefndar með venjulegu fresti til umsagna. Einungis einn alþingismaður sá ástæðu til að tjá sig hið stóra og afdrifaríka þingmál ríkisstjórnarinnar við fyrstu umræðu. Segir það kannski meira en mörg orð almenna þekkingu þingheims á lífeyrissjóðakerfinu. Landssamtök lífeyrissjóða sendu þingnefndin umsögn sína málið, ítrekuðu fyrri afstöðu sína og skoruðu á ráðherra að draga áform sín til baka og leitast við að ná farsælli lausn á vanda ÍL-sjóðsins eftir atvikum með samningum uppgjör við kröfuhafa, líkt og loka orð umsagnarinnar hljóða orðrétt. Þreifingar hafa verið í gangi mögulegt samkomulag í deilunni og ég get ekki annað fyrir hönd lífeyrissjóðanna en lýst von farsæla lendingu en hún ekki enn sjáanleg innan sjóndeildarhringsins. Staða lífeyrissjóða afar sterk. Ríkið mun ekki komast upp með annað en að efna skuldbindingar sínar til fulls. Meginregla íslenska réttar þekkt, viðurkennd og skýr, nefnilega að samningar skulu standa. Málefni tengd Grindvíkingum og lífeyrissjóðum vegna lánamála urðu býsna fyrirferðarmikið umfjöllunarefni á opinberu vettvangi eftir að Grindavíkurbær var rýmdur vegna náttúruhamfara á Reykjanesi. Viðskiptabankar felldu niður vexti og verðbætur í íbúðalánum Grindvíkinga í tiltekinn tíma og svo ákvörðun þeirra var kynnt sem hluti heildstæðrar úrlausnar fyrir íbúana með aðkomu stjórnvalda. Það skapaðist þrýstingur á lífeyrissjóða að fara að dæmi bankana með sjóðfélagalán sín en ítarleg greining leiddi í ljós að sjóðunum ekki heimilt að fella niður vexti og verðbætur sem hluta af almennri aðgerð án mats á stöðu einstakra lántakenda. Niðurstaðan var sú að stjórnvöld ákváðu að ríkissjóður myndi greiða áfallna vexti og verðbætur til 6 mánaða af fasteignalánum í lífeyrissjóði í Grindavík. Þannig listist sá hnútur enda lagaleg staða lífeyrissjóði í málinu alveg skýr og viðurkennd í verki af ríkisvaldinu. Þung og ómakleg orð féllu hins vegar í opinberri umræðu garð lífeyrissjóða vegna afstöðu sinnar og hagsmunagæslumenn bankakerfisins sáu meiri segja ástæðu til þess að nota afstöðu lífeyrissjóðanna til lánamála í Grindavík sem rök fyrir því að rekja sjóðina alveg á húsnæðislánamarkaði sem þó höfðu veitt þá þjónustu alla götur frá 1956. Kæru gestir, við stigum merkilegt skref í fundarherbyggi rektors Háskóla Íslands á aðventu jóla þegar undirritaður var samningur rannsóknarstofnun á sviði lífeyrismála, samstarfsvettvang fyrir fræðimenn á sviði lífeyrisstofnana í Háskóla Íslands, Seðlabanka Íslands, fjármála- og efnahagsráðuneytinu og öðrum stofnunum sem gætu komið að málinu.
Augljós forsenda fyrir málefnalegum umræðum lífeyrissjóð og lífeyrismál yfirleitt sú að það sé byggt á staðreyndum og helst niðurstöðum fræðilegra athugana og rannsókna og skoðanaskipta í framhaldinu. Landssamtök lífeyrissjóða fjármagna þessa starfsemi að hluta, Seðlabankinn og fjármála- og efnahagsráðuneytið leggja til tíma starfsmanna sinna til að sinna rannsóknum og Háskóli Íslands leggur til húsnæði og bera ábyrgð á skuldbindingum stofnunarinnar. Þessi stofnun sjálfstæð en hún mun eiga náið samstarf við hliðstæða stofnun tengda viðskiptaháskólanum í Kaupmannahöfn. 6 manna ráðgjafaráð var skipað núna í marsmánuði og stofnfundur nýrrar stofnunar, rannsóknarstofnunar lífeyrismála og málþing í tengslu við hana var haldið í síðustu viku eða 24. maí í Háskóla Íslands. Ég fagna því mikið að hugmynd rannsóknarstofnun sé orðin að veruleika og ég vænti mikils af starfsemi hennar. Kæru vinir, síðast en ekki síst vil ég víkja að mannauði íslenska lífeyrissjóðakerfisins, sjálfum tannhjólum þess og driffjöðrum. Engin skip sem slík veiða fisk. Það gera áhafnir þeirra. Stjórnendur, starfsfólk og sérfræðingar eru áhafnir lífeyrissjóðakerfisins þar sem þekking, reynsla, dugnaður, samstilling og færni áhafnar spila saman. Sú auðlind starfsfólks sem býr í lífeyrissjóðakerfinu gríðarlega mikil og þekkingin nánast ævintýraleg. Hér mikið sagt en fyllilega samkvæmt sannleikanum. Sjálfur upplifið það aftur og aftur í samtölum okkar við stjórnvöld, eftirlitsaða og fleiri að þekkingin oftar að miklu leyti okkar megin með fullri virðingu fyrir þeim sem sitja handan fundarborðsins hverju sinni. Þetta hefur birst í stórum og erfiðum viðfangsefnum okkar sem ég reifaði hér fyrr og í daglegu starfi lífeyrissjóðana, Landssamtaka lífeyrissjóða og í nefndastarfi samtakana. Ég færi með stjórnarmönnum mínum, stjórnendum, starfsfólki og starfsnefndum í lífeyrissjóðakerfinu þakkir og öllum þeim sem á komið að tilteknum verkefnum og daglegri starfsemi lífeyrissjóða og Landssamtaka lífeyrissjóða á starfsárinu 2023. Takk ykkur fyrir. Við þökkum Jóni fyrir mjög greinargóða skýrslu starfsemi samtakana og það af nóg að taka sem fyrr, stór mál sem í gangi og gott að vita að þetta í góðum höndum hjá starfsfólki sjóðana og samtakana. En næsta dagskrá ársreikningur fyrir árið 2023 og staðfesting hans og það Þórey Þórisdóttir framkvæmdastjóri sem gerir grein fyrir reikningnum. Gjörðu svo vel, Þórey. Fundarstjóri, stjórnarmenn og aðrir fundargestir. Að þessu sinni þá ársskýrslan, hún eingöngu á rafrænu formi og þau sjá QR-kóða á borðunum. Ég kann ekki íslenska orðið yfir þetta sem við eigum að skanna inn, en á heimasíðu Landssamtakana þá ársskýrslan sýnileg og ársreikningurinn einnig. En eins og fyrri ár þá hafa verkefni verið mörg og fjöldi fólks komið að starfsemi Landssamtakana. Starfsemin hún byggir á miklum liðstyrk sem að samtökin hafa með greiðum aðgangi að starfsmönnum og starfsfólki lífeyrissjóðanna. Þar starfar fjöldinn allur af sérfræðingum eins og þið þekkið. En starfið fer að mestu fram í nefndum og vinnuhópum. En starfandi eru 5 fastanefndir, auk fjölda vinnuhópa sem settir á laggirnar utan hinn ýmsu verkefni sem koma upp hverju sinni. Hafa fastanefndar verið leiddar áfram að einstaklega öflugum formönnum og eru nefndirnar afburða vel mannaðar af sérfræðingum sem þekkja vel til hver á sínu sviði. Ég vil þakka öllum sem komið hafa að starfseminni fyrir fagleg og góð störf. Á skrifstofu Landssamtakana þá vinna nú öflugir sérfræðingar. Það Ásta Ásgeirsdóttir, hagfræðingur, Sólveig Hjaltadóttir, verkefnastjóri, auk þess sem að Stefán Halldórsson hefur tekið að sér hinn ýmsu verkefni fyrir samtökin. Landssamtökin hafa verið einstaklega lánsöm að undanförnu með starfsmenn en nú vatnaskil en þær á nánast sama tíma, þær Ásta og Sólveig, þær hafa sagt upp störfum. Þannig að þetta síðasti aðalfundurinn sem þær munu sitja þarna sem starfsmenn á þessum vettvangi.
En ég vil fyrir hönd Landssamtakanna þakka þeim fyrir þeirra frábæru störf og fagmennsku og óskum við þeim velfarnaðar í nýjum störfum og leik. Stefán Halldórsson hefur nú á annan áratug tekið að sér hinn ýmsu sérverkefni fyrir samtökin og einnig hefur Atli Rúnar Halldórsson, sem hér, þeir eru báðir hér í salnum. Þeir hafa verið afburðar liðtækir og beitt pennanum fyrir okkur þegar þurfa þykir og ég vil þakka þeim fyrir einstaklega gott samstarf og fagmennsku. Ég vil nota tækifæri hér og þakka ykkur öllum og þeim sem komið hafa af starfi Landssamtakanna fyrir gott samstarf. Án ykkar liðstyrks væri starfið ekki eins öflugt og raunin en það ómetanlegt fyrir okkur að geta leita til þess frábæra mannauðs sem starfandi innan lífeyrissjóðakerfisins. Að lokum vil ég þakka stjórnarmönnum ánægjulegt og gott samstarf og sný mér nú að ársreikningnum. Ársreikningurinn fylgdi með fundaboðinu og hann jafnframt, eins og ég minntist á, hann jafnframt á heimasíðu Landssamtakanna. En rekstrartekjurnar, það eru árgjöld 160 milljónir, fjármunatekjur 7,9 og rekstrarkostnaður 161 milljón. Þannig að það var hagnaður á árinu upp á tæpar 7 milljónir. Förum við yfir efnahagsreikningin, þá rekstrarfjármunir 2,4 milljónir og handbært fé 98,9 milljónir og eignir samtals 101,4. Eigið fé 83,9, ýmsar skammtímaskuldir 17,5, þannig að skuldir og eigið fé samtals eru 101,4 milljónir. Sjóðstreymið veltufé til rekstrar 7,5 milljón, handbært fé til rekstrar rúma 10 milljónir, þannig að hækkun og handbæru fé voru 10 milljónir og 300.000 og handbært fé í árslok 98 milljónir 996.000. Og þá hef ég farið yfir ársreikningin og gef fundarstjóra orðið. Þakkum Þóríði fyrir og nú ætlum við að opna fyrir umræður eða fyrirspurnir skýrslu formanns og ársreikningin ef einhver vill taka til máls undir þessum lið. Svo virðist ekki vera að þá vindum við okkur bara í næsta dagskrárlið sem kjör stjórnar og varastjórnar. En eins og hér kemur fram og í 7. grein samþykkta samtakanna að þá skal stjórnin skipuð 9 mönnum og 3 til vara. Þeir eru kosnir á aðalfundi samtakanna til 2 ára í senn, 4 aðalmenn og 1 varamaður annað árið og 5 aðalmenn og 2 varamenn hitt árið. Síðan bráðabirgða ákvæði vegna breytingar sem voru gerðar á aðalfundi í 2021. Það sem segir að kjörtími stjórnar helst og verða því á aðalfundi árið 2022 aðalmenn og 1 varamaður í kjöri til 2 ára. Á aðalfundi árið 2023 verða í kjöri 3 aðalmenn og 1 varamaður til 2 ára. Þannig að staðan núna þannig að á þessum aðalfundi verða í kjöri 5 aðalmenn til 2 ára, 1 til 1 árs, auk 2 varamanna til 2 ára. Hér sjáum við hvernig stjórn samtakanna var skipuð síðasta starfsárið. Ég ætla að leyfa þessu bara standa eins á skjánum og ég ætla ekki að lesa upp nöfnin. Og þarna sjáum við skiptinguna eftir tegundum sjóða, landsvæði versus höfuðborgarsvæðið, hópar, launþegar, atvinnurekendur og síðan kynjaskiptingin sem allt litið til varðandi skipan stjórnar. Ég gerir ráð fyrir að þessar glærur verði komnar inn á heimasíðu samtakanna, það ekki Þórey, í framhaldi fundarins, þannig að þeir sem vilja skoða þessar glærur betur geti kynnt sér að fara. En það þannig að kjörtími rennur út hjá eftirtöldum stjórnarmönnum núna. Það Arnaldur Loftsson, Auður Kjartansdóttir, Harpa Jónsdóttir, Ingibjörg Ólafsdóttir, Jón Ólafur Halldórsson, Valmundur Valmundsson, Gylfi Jónasson, sem var reyndar 1 ár eftir en óskað eftir því að hætta störfum. Og síðan varamennirnir Hulda Rós Rúriðsdóttir og Sigurbjörn Sigurbjörnsson. Síðan starfandi uppstillingarnefnd á vegum samtakanna sem hefur það hlutverk að gera tillögu til aðalfundar skipan stjórnar. Við nefndinni eiga sæti 5 fulltrúar til 4 ára. Þeir eru tilnefndir 1 af Alþýðusambandinu, 1 frá samtökum starfsmanna ríkis og eða sveitarfélaga,
einn tilnefndur af samtökum atvinnulífsins, einn frá launagreiðendum ríkis og eða sveitarfélaga og einn frá þeim lífeyrissjóðum sem skilgreina hluta skyldu iðgjalds í séreign. Uppstillingarnefndin skal starfa í samræmi við starfsreglur sem eru settar á stjórn og eru staðfestar á aðalfundi. Hún skal gera tillögugerð. Í tillögugerð hafa það að markmiði að stjórnin endurspegli fjölbreytileika þeirra sjóða sem aðild eiga samtökunum og fulltrúi stjórn skuli vera báðum kynjum, koma röðum ólíkra sjóða frá höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni, úr röðum framkvæmdastjóra lífeyrissjóða og stjórnarmanna, bæði fulltrúa launamanna og atvinnurekenda, og síðan skal rökstudd tillaga uppstillingarnefndar liggja fyrir eigi síðar en mánuði fyrir aðalfund samtakanna. Og síðan kemur hérna fram hvernig nefndin er skipuð og var skipuð árið 21 til 4 ára. Það er Ragnar Þór Ingólfsson, Magnús Már Guðmundsson, Arnar Sigmundsson, Viðar Helgason og Ásdís Eva Hannesdóttir. Þessir aðilar skipa uppstillingarnefnd og nefndin hefur gert tillögu þessa aðila í stjórn að það er Harpa Jónsdóttir, Jón Ólafur Halldórsson, Auður Kjartansdóttir, Valmundur Valmundsson og síðan kemur nýr fulltrúi í Ólafur Páll Gunnarsson og þetta er tillaga til 2 ára þessa aðila. Síðan er tillaga fulltrúa til 1 árs, það er Davíð Rúdolfsson og Eyrún Jana Sigurðardóttir. Og síðan er tillaga varamenn til 2 ára, það er Sigríður Magnúsdóttir og Sigurbjörn Sigurbjörnsson. Ég gef orðin laust núna þessar tillögur ef ykkur vil taka til máls þennan lið. Svo virðist ekki vera og þar sem aðra tillögur hafa ekki borist að þá eru þessir aðilar sjálfkjörnir og við erum þá með á skjánum hér hvernig stjórnin verður skipuð næsta starfsárið. Og ég ætla að lesa þá nöfnin þeirra sem verði í stjórninni. Það er Davíð Rúdolfsson, Elsa Björg Pétursdóttir, Eyrún Jana Sigurðardóttir, Jakob Tryggvason, Auður Kjartansdóttir, Harpa Jónsdóttir, Jón Ólafur Halldórsson, Ólafur Páll Gunnarsson og Valmundur Valmundsson og varamenn Una Eyþórsdóttir, Sigríður Magnúsdóttir og Sigurbjörn Sigurbjörnsson. Og þá kannski rétt að gefa nýjum stjórnarmönnum bara gott klapp. Og þá vindum við okkur í næsta lið sem er tillögum breytingar á samþykktum samtakanna og það er Þóri framkvæmdastjóri sem mun gera grein fyrir þeim tillögum. Fundarstjóri og aðrir fundagestir. Það eru breytingar, tillögur sem að fylgdu fundaboði og þetta eru breytingar sem að eiga sér nokkurn aðdraganda. Þetta er breytingar á 7. grein samþykkta landssamtakana en á aðalfundi 2021 þá voru samþykktar talsverðar breytingar á samþykktunum sem að vörðuðu skipan stjórnar og það var breyting á 7. og 8. grein samþykktanna. Og tilefni breytingana var að það þótti þörf á að væri meiri sveigjanleiki og annað varðandi stjórnarskipan. Eins og fundarstjóri kom inn á þá eru breytingar þessar sem að voru gerðar 2021 að þær koma ekki að fullu til framkvæmda fyrir núna á þessum fundi og það var verið að stytta kjörtíma hvers og eins stjórnarmanns úr 3 árum í 2. Þannig að þetta er bráðabirgðaákvæði sem er á aðalfundi 2024 verði kjöri 5 aðalmenn til 2 ára og 1 til 1 árs, auk 2 varamanna til 2 ára. Þannig að nú er ákvæði 7. greinar á næsta aðalfundi komið að fullu til framkvæmda. En uppstillingarnefnd, hún hefur þetta mikilvæga hlutverk að finna okkur fulltrúa í stjórnina og þau funduðu og þau finna jafnframt fyrir því að það sé þörf á að gera enn frekari sveigjanleika. 2021 fengum við utanaðkomandi álit lögmanns og þetta skilaði talsverðum árangri en það eru frekari breytingar nú lagðar til þess að auka enn frekar sveigjanleika við skipan stjórnarinnar.
Þannig að það liti til þessara ábendinga uppstillingarnefndar sem að varða hámarkssetu stjórnarmanna og að stjórnarmenn lífeyrissjóða komi úr röðum aðalmanna. Þannig að það sé mjög svona skýr tenging á stjórn Landssamtakanna inn í stjórnir sjóðana. Þetta eru samtök lífeyrissjóða. Þannig að tillögur fyrir aðalfundin hér, þær voru teknar fyrir á stjórnarfundi hjá Landssamtökunum núna í vor, 18. apríl, og í ljósi þessara ábendinga sem að uppstillingarnefnd hafði beint til stjórnarinnar, þá var ákveðið að leggja hér fyrir aðalfundin breytingar, og þær eru breyting á 7. grein þar sem hámark samfelld stjórnarsetja yrði 10 ár og stjórnarmenn kæmu úr röðum aðalmanna í stjórnum lífeyrissjóða. Þar að auki þá kom fram svo tillaga að hnykkja á því að gæta skuli hlutfalls í kynjasamsetningu stjórnar til samræmis við það sem gildir stjórnir í lífeyrissjóðunum. Hér má sjá breytinguna sem að varðar 1. málsgrein 7. greinar og það sem er dökkmerkt, það er óbreytt, en svo bætist við annar málsliður sem að verður stjórnarmaður skal að jafnaði ekki sitja lengur en 10 ár samfellt sem aðalmaður í stjórn, kjörgengi skapast á ný að 2 árum liðnum. Breytingin á 3. málsgrein 7. greinar að þar er verið að hnykkja á varðandi kynjahlutföllin skulu fulltrúar í stjórn vera báðum kynjum með sama hætti og gildur skipan stjórnar lífeyrissjóðs samanber 4. málsgrein 29. greinar laga skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 og koma úr röðum ólíkra sjóða frá höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni og röðum framkvæmdastjóra, aðildarsjóða og aðalmanna í stjórnum þeirra. Bæði fulltrúa launþega og atvinnurekanda skal rökstudd tillaga uppstillingarnefndar liggja fyrir eigi síðar en mánuði fyrir aðalfund samtakanna. Þá hefur farið yfir þessar tillögur sem að stjórnin hefur rætt og leggur hér fyrir aðalfundin. En þá vil ég beina þessu til þín, fundarstjóri. Takk fyrir Þórey. Hún hefur farið yfir þessar tillögur sem að liggja fyrir og orðið er gefið laust fyrir umræður eða fyrirspurnir þennan lið. Það virðist enginn ætla að taka til máls. Ég ætla að leyfa mér það að fá að bera upp þessar breytingar í einu lagi ef enginn gerir athugasemdir við það. Ég sé það ekki gerast, þannig að ég bið þá sem að samþykkja þessar breytingar að gefa merki. Einhver á móti? Til að tillögur eru samþykktar með öllum greiddum atkvæðum. Ég ætla að fá að gera grein fyrir smá mistökum fundarstjóra hér áðan að reikningurum var ekki borinn undir atkvæði fundarmanna, þannig að ég ætla að fá að stökkva í lið númer 2 aftur og biðja þá sem samþykkja ársreikningin að gefa merki. Einhver á móti? Þannig samþykkt öllum greiddum atkvæðum. Það er svona skemmtilega að það sé bókað í fundargerðinni að reikningurinn hafi verið samþykktur. Þannig að við vindum okkur þá í næsta lið. Það er tillaga endurskoðanda og tillagan sem hér liggur fyrir er KPMG endurskoðun EOF sem endurskoðunarfélag samtakana. Er einhver sem vill taka til máls þessa tillögu? Svo er ekki þá beðið þá sem að samþykkja hana að gefa merki. Einhver á móti? Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er hér næst á dagskrá ákvörðun þóknun til stjórnar og hér er tillaga sem liggur fyrir að aðalfundur Landssamtaka lífeyrissjóða samþykkir að þóknun til hvers stjórnarmann skuli vera 129.500 krónur á mánuði, að þóknun varaformanns stjórnar verði 194.250 krónur á mánuði og þóknun til formannsstjórnar verði 259.000 krónur á mánuði. Þóknun til varamanna stjórn verði 64.750 krónur fyrir hvert setinn fund. Síðan er hér tillaga þóknun fastanefnda, en það er tillaga að samþykkja formenn fastanefnda. Samtakana fái greidda þóknun eins og aðalmenn eða 129.500 krónur á mánuði.
Ég ætla að bera þetta upp í tvennu lagi. Ég ætla fyrst að opna fyrir umræður tillögu þóknun til stjórnarmanna. Einhversu taka til máls þessa tillögu. Svo ekki þá biðið þá sem samþykkjan að gefa merki. Einhver á móti. Svo ekki þannig að hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og þá ber ég upp tillögun þóknun til fastanefnda eða formenn af fastanefnda. Þeir sem samþykkja tillögun að gefa merki. Einhver á móti. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin að lið númer 7 á dagskránni og inni liðið númer 7 og 8 eru svona nokkurn veginn teknir saman. Þannig ég ætla að biðja Þóreyju að fara hér yfir fjárhagsáætlunina og síðan inni bæði lið 7 og 8 og síðan þá ákvörðun árgjald til samtakanna. Gjörðu svo vel, Þórey. Fundarstjóri, aðrir fundargestir. Fjárhagsáætlun árið 2024, hún hefur verið afgreidd af stjórn og það eru laun og launatengd gjöld, 123,4 milljónir, aðkeypt þjónusta, rúmar 20 milljónir, annar rekstrakostnaður 55,7, þannig að samtals rekstragjöld 199,5 milljón og árgjald og vaxtatekjur, þannig ekki gert ráð fyrir vaxtatekjunum inn í þessari fjárhagsáætlun, en þannig árgjaldið gert ráð fyrir 180 milljónum. Hér nánari útlistun á fjárhagsáætluninni eins og hún var tekin fyrir á stjórnarfundi í febrúar. Það þarna hvernig laun og launatengd gjöld, 123,3 milljónir, aðkeypt þjónusta, hvernig hún skiptist og svo aðrir liðir. Þarna sjáum við að það gert ráð fyrir því að reksturinn verði í talsverðum halla en eins og þið sáu þegar ég var að fara yfir ársreikninginn að það eru nokkrar eignir sem að Landssamtökin eru með og þarna gert ráð fyrir því að það verði mismunur upp á tæpar 20 milljónir í mínus. Síðan það ákvörðun varðandi árgjaldið og þannig að þarna verið að hugsa að tillagan árgjaldið að hún sé til samræmis við þá fjárhagsáætlun sem að stjórn Landssamtakanna hefur afgreitt. Þannig að nú ætla ég að gefa fundarstjóra orðið, tillöguna árgjaldið sem hér og já. Takk fyrir Þórey. Ég opna þá fyrir umræður eða fyrirspurnir þessa liði sem að Þórey var að fara yfir. Það virðist enginn ætla að taka til máls undir þessum lið, þannig að þá ber ég upp tillöguna árgjaldið þeir sem að samþykkja hana gefi merki. Einhver á móti. Svo ekki til hann samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá eru komin að liðnum önnur mál og þá gef ég orðið laust fyrir þá sem vilja tjá sig eða ræða einhver málefni. Gjörðu svo vel. Einar Sveinbjörnsson, gjörðu svo vel. Takk fyrir fundarstjóri og ágætu fundargestir. Ég heiti Einar Sveinbjörnsson og á sæti í stjórn SL Lífeyrissjóðs. Ég ætla aðeins að koma hér upp og minnast á fjármálaeftirlit Seðlabankans. Ég ætla ekki að kvarta undan því eins og kannski mætti halda eða agnúast út í það öðru nær. Ég ætla hins vegar að tala þess umgjörð þess og vil beina því til Landssambandsins og nýrrar stjórnar að beita sig fyrir því að það verði nútímavætt og verklagið gert skilvirkara en það í dag. Þetta eftirlitsgjald sem ákvarðað í bandormi fjárlaga, það eins og við vitum, það dálítið flókið og sjóðurinn ekki alveg sammála það hvernig það eigi að reiknast en það samt ákvarðað í lögum og mér sýnist að í ára þá séu þetta 500 til 600 milljónir króna sem að lífeyrissjóðirnir að greiða til fjármálaeftirlitsins í formi þessa gjalds. Hjá okkur í SL Lífeyrissjóði þá eru teknar saman skýrslur og mikil vinna fyrir að fylla í stöðluð eyðublöð nokkur sinnum á ári
og margvíslegum fyrirspurnum svarað. Það má áætla að það sé ekki minna en 1 stöðugildi af þeim 16 sem eru hjá sjóðunum sem fer í að sinna upplýsingaskyldu vegna fjármálaeftirlitsins. Mikið af þessum tölulegu upplýsingum getur fjármálaeftirlitið aflað sér sjálfvirkt. En þá þurfa lífeyrissjóðir að taka sig saman og opna kerfi sín sem þau reka saman inn í meðal annars reiknistofur lífeyrissjóða eða hjá Kríu, ég held að Almenni, Brú, LSR og jafnvel einhverju fleiri séu þar inni og svo live með sitt eigið kerfi eftir því sem mér skilst. Fjármálaeftirlitið á nefnilega að geta sótt sjálft þær upplýsingar inn í gagnakerfi lífeyrissjóða sem það þarf á að halda til að gegna sinni eftirlitsskyldu og miðlun staðtalna lífeyriskerfi meðal annars til OECD og fleiri aðila. Það er lítið mál í dag að beita fyrirspurnamálum gagna eins og SQL eða R að hálfu eftirlitsins til að fylgjast frá degi til dags með eignum, eignasamsetningu, greiðslu lífeyris og nánast hverju sem er. En vitalega þannig að gögn lífeyrisgreiðslu séu ópersónugreinanleg og það þarf nú eiginlega að taka það fram á þessum tímum. En ég met það svo að það séu svona 15 til 25 stöðugildi í lífeyrissjóðakerfinu sem fari í dag, fari eingöngu í það í dag að sinna upplýsingamiðlun til fjármálaeftirlitsins með fremur gamaldags aðferðum. Þarna má spara verulega fjárhæðir og ég viss að þegar að fram í sækir verði hagræði líka það mikið hjá fjármálaeftirlitinu að rök standi til þess að það megi lækka gjaldið. Ég ætla bara að lokum að skora nýkjörna stjórn LL að beita sér og koma á samtali á milli lífeyrissjóðanna og fjármálaeftirlits Seðlabankans skilvirkara og hagkvæmara fjármálaeftirlit. Takk. Takk fyrir þetta, Einar. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera, þannig að þá ætla ég hér í lok fundar að óska eftir heimild fundarins til mín og fundarritara að ganga frá fundargerð. Enginn sem að gera athugasemdir við það. Þá þakka ég ykkur bara fyrir góða fundarsetu og slít fundi. Mér skilst að hér veri borið fram matur bara innan skams og síðan verður hér erindi á eftir í rauninni með verum að borða og kannski minna nýkjörna stjórn á að setjast hér aðeins niður núna í framhaldi þessu fundi og stuttan stjórnarfund. Takk fyrir.